Við byggjum ykkur velkomin á skjáinn á þessum yndislega fimmtudegi. We welcome you to the screen on this wonderful Thursday. Yes. We welcome to the screen and you see what God has to tell us today. Já. It's a little bit svolítið útur hérna megin alveg. Ekki bara síminn að skikja á? We'll try to fix this. Fix this. Like, what? Fix this. Svona. Oh, this is better. Kæftu mig. Oliver man. All lovely daughter is here. Yndislega dóttir okkar hér. Og við ætlum að lesa 27. og 28. kafla í Postulasögunni í dag. We're gonna read Acts 27 and 28 today, and these are the last chapters in Acts. Og þetta eru síðustu kaflar í Postulasögunni. Þá erum við búin að lesa alla Postulasöguna. Then we are finished reading the Acts. And may these words from God be a blessing to you, og may þessu orð frá Guði í dag vera blessing til ykkar á þessum yndislega þriðjudegi, on this wonderful Thursday. No, fimmtudegi. I'm always Thursday. Not Thursday, it's Thursday, fimmtudagur. Like always, we are gonna start this. My beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Já, elsku Jesús. Við leggjum þessu stundi þínar hendur, Drottinn minn. Heilagur andi, ég bið þess að þú blessi varir okkar Sigga. Gefi þeim sem eru heima frið í huga sinn og hjarta sitt. Og bara blessir okkur öll í Jesu heilaga nafni. Amen. Amen. And everybody say amen on this wonderful Thursday. Og allir segir amen á þessum yndislega fimmtudegi. Amen. Verið velkomin skjáinn. Og Já, við ætlum að lyfta 5 nöfnum upp í náðana. Við ætlum að lyfta upp Friðriki, Óskari, Svani, Hófi og Fúsa. yeah, we ask you to pray for them and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to help them with what they are dealing with, and you know, God answers our prayers, and you know how it goes. Munið að nöfnum sem við nefnum hér, og við biðjum ykkur að biðja fyrir þeim, biðja Guð að blessa þau, biðja heilagan anda að stíga inn í líf þeirra og laga það sem laga þarf, og Guð veit hvað það er. Í Jesú nafni, amen, and everybody say amen on this wonderful Thursday. Amen. Amen. And now I'm gonna start to read from Acts. Núna ætla ég að byrja að lesa í Postulasögunni á kafla 27. kafla sem ég, og svo lesi 28. I'm gonna read 27 and 28 in Act today, and then we are finished with Act and Postulasögun. Þegar ákveðið var að við skildum sigla til Ítalíu, voru Páll og nokkrir bandíkjar, aðrir seldir í hendur 100 höfðingja, Júlíus hét úr hersveit keisarans. Við stígum á skip frá Armetíum sem átti að sigla til hafna í Asíu og létum í haf. Aristarchus, makedónískur maður frá Þessaloníkíu, var oss samferða. Á öðrum degi lentum við í Sídon. Júlíus sýndi Páli þá mannúð að leyfa honum að fara á fund vina sinna og tryggja umönnun þeirra. Þaðan létum við í haf og sigldum undir Kýpur. Sigldum
Letum við í haf og sigldum undir Kýpur, því að vindar voru andstæðir. Þá sigldum við yfir hafið undan Kilikíu og Pamfílíu og komum til Míru í Líkíu. Þar fann 100-sauðinginn skip frá Alexandríu sigla átti til Ítalíu og kom oss á það. Siglingin gekk treg allmarga daga, komist við með hrekkjum móts við Knítius, en þar bæði vindur oss. Þá sigldum við undir Krít við Salamóni. Við beittum þar hjá með naumundum og komumst á stað eitt sem kallast Góðhafnir í grennd við borgina Lesíu. En leið drjúgur tími og sjóferðir voru orðnar hættulegar, enda komið fram yfir föstu. Páll vildi því vara þá við og sagði við þá: Það sé ég, góðir menn, að sjóferðin mun kosta hrakninga og mikið tjón, ekki einungis á farmi og skipi, heldur og á lífi voru. En 100-sauðinginn treysti betur skipstjóra og skipseiganda en því Páll sagði. Höfnin var óhentug til vetrarlegu, því var það flestra ráð að halda þaðan ef þeir mættu ná Fönix og hafa þar af vetrarlegu. Sú höfn á Krít og veit til úti suðurs og úti norðurs. Nú rann á hægur sunnanvindur, hugðust þeir þá hafa ráð þetta í hendi sér, létu akkerum og sigldu fram með Krít nærri landi. En áður en langt leið skall á af landi ofan fáviðri, hinn illræmdi landniðringur, skipið hrakti og varð ekki beitt upp í vindinn. Slóum við undan og létum reka. Við hleyptum undir litla ei sem nefndist Káta. Þar gátum við með naumundum bjargað skipsbátnum. Þeir náðu honum upp og gripu til þeirra ráða sem helst máttu til bjarga verða og reyrðu skipið köðlum. Þeir óttuðust að þá myndu bera inn í Syrtíflóa, því fellu þeir segl og létu reka. Daginn eftir hrakti oss mjög undan óviðrinu. Þá tóku þeir að ryðja skipið og þá á 3. degi vörpuðu þeir út með eigin höndum búnað skipsins. Dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu. Tók þá á þrjóta öll vonum það að við kæmust af. Nú höfðu menn lengi einskis matar neitt. Þá stóð Páll upp með þeirra og mælti: Góðir menn, þér hefðu átt að hlíta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Það hefði þér komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hveti ég yður að vera vonglaðir, því enginn yðar muni lífi týna en skipið mun farast. Því á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess Guðs sem ég heyri til og þjóna og mælti: Óttast þú eigi, Páll? Fyrir keisarann áttu að koma og sjá. Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir og góðir menn. Ég treysti Guði að svo muni fara sem við mig hefur verið mælt. Oss mun bera upp á einhverja eyju á miðnætti þegar við höfum hrakt allri haf í hálfa mánuð. Þóttu skipverji að verða þess varið að land væri í nánd. Þeir vörpuðu grunnsökku og reyndist dýpið 20 faðmar. Aftur vörpuðu þeir grunnsökku litlu síðar og reyndist dýptin þá 15 faðmar. Þeir óttuðust að oss kynni að bera upp í kletta og köstuðu því 4 akkerum út úr skutunum og
þráðu nú mest að dagur inni, en hásetarnir reyndu að strjúka úr skipinu. En þeir settu bátinn útberis og þóttust vera að færa út akkeri úr framstafni. Þá sagði Páll við 100-söðingjann og hermennina: ef þessi menn eru ekki kyrrir í skipinu, geti þér ekki bjargast. Hermennir huggu þá festar bátsins og létu hann fara. Undir dögun hvatti Páll alla að neita matar og sagði: þér hafi nú þraukað hálfa mánuð fastandi og engu nærist. Það er nú mitt ráð að þér fáið yður mat, þess þurfið þér ef þér ætlið að bjargast. En enginn yðar mun einu hári tína af höfði sér. Að svo mæltu tók hann brauð og gjörði Guði þakkir í allra auðsýn, braut það og tók að éta. Urðu nú allir hressir og fóru líka að mata. Alls voru vér á skipinu 276 manns. Þá þeir höfðu etið sér metta, létu þeir á skipinu með því að kasta kornfarminum í sjóinn. Þegar dagur rann kenndu þeir ekki landið, en greindu vík eina með sandfjöru. Var það ráð þeirra að reyna að hleypa þar upp skipinu. Þeir losuðu akkerinn og létu þau eftir í sjónum. Leystu leið stýrisböndin, undu framseglið og létu berast undan vindi til strandar. Þeir lentu á rifi, skipið strandaði, stefnið festist og hræðist hvergi, en skuturinn tók að líða sundur í hafrótinu og hermennir ætlaði að drepa bandingjana svo að enginn þeirra kæmust undan á sundi. En 100-söðingi vildi forða Páli og kom með í veg fyrir að ráðagjörð þeirra. Bauð hann að þeir sem syndir væru skyldu fyrsti varpa sér út og leita til lands, en hinir síðan ýmis á plönkum eða braki úr skipinu. Þannig komust allir heilir til lands. Þú klára eða? Ekki bara að lesa. Það er alltaf áfram. Já. Nú sem við vorum, 28. kafli. Nú við vorum heilir á land komnir, fengum við að vita að eyja hét Malta. Eyjaskeggjar sýndu oss einstaka góðmennsku. Þeir kynntu bál og hlynntu að oss öllum, en kalt var í veðri og farið að rigna. Páll tók saman hrísvöndur og lagði á eldinn. Skreið þá út naðra undan hittanum og festi sig á hönd hans. Þegar eyjaskeggjar sáu kvikindi hanga á hendi hans, sögðu þeir hver við annan: það er víst að þessi maður manndrápari. Fyrst refsinornin lofar honum ekki að lifa, þótt hann hafi bjargast úr sjónum. Hann hristi kvikindi af sér í eldi og sakaði ekki. Þeir byggust við að hann myndi bólna upp eða detta sviklega dauður niður. En þá þeir höfðu beðið þess lengi, sáu að honum varð ekkert meint af, skiptu þeir og sögðu hann Guð vera. Í grennd við stað þennan átti Búkar æðstimaður á eyjunni, Púbelíus að nafni. Hann tók við oss og hélt oss í góðu yfirlæti í 3 daga. Svo vildi til að faðir Publiusar lá sjúkur með hittaköstum og blóðsótt. Páll gekk inn til hans, baðst fyrir, lagði hendur yfir hann og læknaði hann. Eftir þetta komu aðrir þeir sjúkur voru á eyjunni og voru læknaðir. Höfðu þeir oss í hávegum og ef við skildum sigla gáfu þeir oss allt sem við þurftum til fararinnar. Að liðnum 3 mánuðum lögðum við til hafs
á skip Alexandríu sem legið hafði við eina veturinn og bar merki tvíburana. Við tókum höfn í Sýrakus og dvöldumst þar í 3 daga. Þaðan sigldum við í sveig og komum til Regíu. Að degi liðnum fengum við sunnavind og komum á öðrum degi til Putelíu. Þar hittum við bræður og báðum þeir oss að dveljast hjá sér í viku. Síðan héldum við til Rómar. Bræðurnir þar fréttu oss og komu til móts við oss allt til Appiusartorgs og þríbúða. Þegar Páll sá þá, gjörði hann Guði þakkir, hrestist í huga. Við vorum komin til Rómar var Páll leyft að búa út af fyrir sig með hermanni þeim sem gætti hans. Eftir 3 daga stefndi hann saman helstu mönnum gyðinga. Þegar þeir voru samankomnir, sagði hann við þá: Bræður, ekkert hef ég brotið gegn lýðnum eða siðum feðranna, en samt ég fangi í framseldu Rómverjum í Jerúsalem. Þeir yfirheyrðu mig og vildu láta mig lausan, að því að á mér hvíldi engin dauðasök, en gyðingar mældu á móti og neyddist ég til að skjóta máli mínu til keisarans. Þó eigi svo að skilja að ég sé að kæra þjóð mína, sæki þess hef ég kallaði yður hingað, að ég mætti sjá yður og tala við yður, því vegna vonar Ísraels bergi ég þess hlekki. Þeir svöruðu: Við höfum ekki fengið bréf þig frá Júdeu, og eigi hefur heldur neinn bræðranna komið hingað og birt eða tala nokkuð illt þig. Rétt þykir oss að heyra hjá þér hvað þér býr í huga, en það oss kunnugt flokk þennan að honum allsstaðar mótmælt. Þeir tóku til dag við hann og komu þá mjög margir til hans í herbergi hans. Frá morgni til kvöld skýrði hann og vitnaði fyrir þeim Guðs ríki og reyndi að sannfæra þá Jesú, bæði eftir lögmáli Móse og spámannum. Sumir létu sannfærast af orðum hans, en aðrir trúðu ekki. Fóru þeir burt ósamþyktir sín í milli, en Páll sagði þetta eitt: Rétt það sem heilagur andi mælti við feður yðar fyrir munni Jesæja spámann. Far til lífs þess og segð þú: Með eyrum munu þér heyra og alls ekki eigi skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því hjarta lífs þess sljótt orðið, og illt heyra þeir með eyrum sínum, og augum hafa þeir lokað, svo að þeir sjá ekki með augunum, né heyra með eyrunum, og skynji með hjartanu og snúi sér, og ég lækni þá. Nú skuluð þér vita að þetta hjálpræði Guðs hefur verið sent heiðingjum og þeir munu hlusta. Full 2 ár var Páll þar í húsnæði sem hann hafði leigt sér og tók á móti öllum þeim sem kom til hans. Hann boðaði Guðs ríki, fræddi drottinn Jesú Krist með allir djörfung og tálmlaust. Í Jesú nafni, amen. And everybody say, amen. Amen. Beautiful words from God. And now, like always, we are gonna play this in King James 1611. Eins og við höfum þann haga á að við spilum þetta alltaf brunlega byrjum við King James 1611, því að þá eru orðið rétt og boðskapnum komið áleiðis rétt. Og megi þetta vera blessun og til ykkar. Í Jesú nafni, amen. Amen. Amen on this beautiful Thursday. Acts 27.
And when it was determined that we should sail into Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus' band. And entering into a ship of Adramyttium, we launched, meaning to sail by the coasts of Asia, one Aristarchus of Macedonia, Thessalonica, being with us. And the next day we touched at Sidon, and Julius courteously entreated Paul and gave him liberty to go unto his friends to refresh himself. And when we had launched from thence, we sailed unto Cyprus, because the winds were contrary. And when we had sailed over the sea of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, a city of Lycia. And there the centurion found a ship of Alexandria sailing into Italy, and he put us therein. And when we had sailed slowly many days, and scarce were come over against Cnidus, the wind not suffering us, we sailed unto Crete, over against Salmone, and hardly passing it, came unto a place which is called the Fair Havens, nigh whereunto was the city of Lasea. Now when much time was spent, and when sailing was now dangerous, because the fast was now already past, Paul admonished them, and said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading and ship, but also of our lives. Nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship more than those things which were spoken by Paul. And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phoenice, and there to winter, which is an haven of Crete, and lieth toward the southwest and northwest. And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, loosing thence, they sailed close by Crete. But not long after, there arose against it a tempestuous wind called Euroclydon. And when the ship was caught, and could not bear up into the wind, we let her drive. And running under a certain island which is called Clauda, we had much work to come by the boat, which when they had taken up, they used helps, undergirding the ship, and fearing lest they should fall into the quicksands, strake sail, and so were driven. And we being exceedingly tossed with the tempest, the next day they lightened the ship. And the third day we cast out with our own hands the tackling of the ship. And when neither sun nor stars in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away. But after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, ye should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss. And now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve, saying, Fear not, Paul. Thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that sail with thee. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God that it shall be even as it was told me. Howbeit, we must be cast upon a certain island. But when the 14th night was come, as we were driven up and down in Adria, about midnight, the shipmen deemed that they drew near to some country, and sounded, and found it 20 fathoms. And when they had gone a little further, they sounded again, and found it 15 fathoms. Then fearing lest we should have fallen upon rocks, they cast 4 anchors out of the stern, and wished for the day. And as the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea, under color as though they would have cast anchors out of the foreship, Paul said to the centurion and to the soldiers, Except these abide in the ship, ye cannot be saved. Then the soldiers cut off the ropes of the boat, and let her fall off. And while the day was coming on, Paul besought them all to take meat, saying, This day is the 14th day that ye have tarried, and continued fasting, having taken nothing. Wherefore I pray you to take some meat, for this is for your health, for there shall not an hair fall from the head of any of you. And when he had thus spoken, he took bread and gave thanks to God in presence of them all. And when he had broken it, he began to eat. Then were they all of good cheer, and they also took some meat. And we were in all in the ship 260 souls. And when they had eaten enough, they lightened the ship, and cast out the wheat into the sea. And when it was day,
they knew not the land, but they discovered a certain creek with a shore, into the which they were minded, if it were possible, to thrust in the ship. And when they had taken up the anchors, they committed themselves unto the sea, and loosed the rudder bands, and hoisted up the mainsail to the wind, and made toward shore. And falling into a place where two seas met, they ran the ship aground, and the forepart stuck fast, and remained unmovable, but the hinder part was broken with the violence of the waves. And the soldiers' counsel was to kill the prisoners, lest any of them should swim out and escape. But the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose, and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea, and get to land, and the rest, some on boards, and some on broken pieces of the ship. And so it came to pass, that they escaped all safe to land. Augnablik. Acts 28. And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita. And the barbarous people showed us no little kindness, but they kindled a fire, and received us every one, because of the present rain, and because of the cold. And when Paul had gathered a bundle of sticks, and laid them on the fire, there came a viper out of the heat, and fastened on his hand. And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, No doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live. And he shook off the beast into the fire, and felt no harm. Howbeit they looked when he should have swollen, or fallen down dead suddenly. But after they had looked a great while, and saw no harm come to him, they changed their minds, and said that he was a god. In the same quarters were possessions of the chief man of the island, whose name was Publius, who received us and lodged us 3 days courteously. And it came to pass that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux, to whom Paul entered in, and prayed, and laid his hands on him, and healed him. So when this was done, others also, which had diseases in the island, came and were healed, who also honored us with many honors. And when we departed, they laded us with such things as were necessary. And after 3 months, we departed in a ship of Alexandria, which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pollux. And landing at Syracuse, we tarried there 3 days. And from thence we fetched a compass, and came to Rhegium. And after 1 day the south wind blew, and we came the next day to Puteoli, where we found brethren, and were desired to tarry with them 7 days. And so we went toward Rome. And from thence, when the brethren heard of us, they came to meet us as far as Apiphorum and the 3 taverns, whom, when Paul saw, he thanked God, and took courage. And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard, but Paul was suffered to dwell by himself with a soldier that kept him. And it came to pass that after 3 days Paul called the chief of the Jews together. And when they were come together, he said unto them, Men and brethren, though I have committed nothing against the people or customs of our fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, who, when they had examined me, would have let me go, because there was no cause of death in me. But when the Jews spake against it, I was constrained to appeal unto Caesar, not that I had aught to accuse my nation of. For this cause therefore have I called for you, to see you, and to speak with you, because that for the hope of Israel I am bound with this chain. And they said unto him, We neither received letters out of Judea concerning thee, neither any of the brethren that came showed or spake any harm of thee. But we desire to hear of thee what thou thinkest. For as concerning this sect we know that everywhere it is spoken against. And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets, from morning till evening. And some believed the things which were spoken, and some believed not. And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had spoken 1 word. Well spake the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our fathers, saying,
Go unto this people and say, Hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and not perceive. For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Be it known therefore unto you, that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. And when he had said these words, the Jews departed, and had great reasoning among themselves. And Paul dwelt 2 whole years in his own hired house, and received all that came in unto him, preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him. Í Jesú nafni, Amen. In amen. Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Thursday. Amen. And these were blessing words from God. Yes. Like God always get us where the mission is. Like the mission was to get Paul there, and God blessed this, so Paul made the trip. And like we see, it's like we are people that we can see things, but it's like we don't believe them. We can hear things, but we don't believe them. And this is a problem with us, is believing. And we can see a miracle in front of us, and after a little while we doubt the thing we saw. And that's our free will of choosing to believe or not to believe. En svo tek ég hérna fram að við sjáum hluti og við trúum þeim ekki sem við sjáum, og við heyrum hluti og við trúum ekki því sem við verið að segja við okkur. Og þetta eins og með frjálsa vilja okkar að taka við hlutunum eða taka ekki við hlutunum, eins og gyðingarnir gerðu, að þeir trúðu ekki sem að þeir sáu og heyrðu, en aftur á móti við hérna, sem erum ekki gyðingarnir, þetta kristan fólkið sem erum hérna, að við áttum auðveldra með að trúa því sem við sáum og heyrðum. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. And that's why God blesses us who believe in Him. It doesn't matter if you're a Jew, it doesn't matter if you're Greek, or you're a Gentile. He blesses you if you believe in Him. And that's the only way that we are gonna go get blessings is if we believe in Him. There is no things like if you're a Jew, that there's some spreading around that, like Jesus says, you have to believe in Him to receive the blessings. And there is no safe passage for Jews to do whatever they want to do and they're just gonna get the blessings. No, we have to receive God into our heart and believe in Jesus Christ, then we get the blessings. And there is no
man above other men. Það er engin maður yfir öðrum manni. Það er engin gyðingur yfir okkur eða eitthvað svoleiðis. Það er bara við erum öll jöfn fyrir Guði. Guð elskar okkur öll jafn mikið því hann bjó okkur til og við erum öll Guðs börn. Og það er búið að vera svolítið ágreiningur í deiglunni í dag, þú veist, í fjölmiðlum og annað, að vera svona gyðingar að segja það að við eigum að tilbiðja þá en Guð segir við eigum ekki að tilbiðja neina menn, við eigum bara að tilbiðja hann. It's like God says we are not supposed to pray to man because he is a Jew. No, we are supposed to pray to him because he is our God. Because there is no good man, like Jesus says. There is no good man. And we are not supposed to look up to the man. We are not supposed to look up to God. Við eigum að líta upp til Guðs en ekki til mannanna. Og því verður fólk að passa sig á því að þegar það fer í söfnuði eða eitthvað svona að taka ekki pastorinn eða þá sem er að leiða söfnuðina og fara að líta upp til þeirra og svo vill að vera þannig alveg svo skeiði í söfnuðinum mínum að pastorinn féll og söfnuðurinn klofnaði. Það fór fullt af fólki úr söfnuðinum og út af því að þeir voru fylgjendur pastornum. En það á ekki að vera svona, heldur að við höfum að líta upp til Guðs og halda okkur við Guð og þá hefði ekki verið neitt klofningur þarna innan út af því að það hefði verið að reyna að hreinsa manninn en ekki vera einblína á Guð sem við eigum að gera. Því segi Guð, við eigum ekki vera að líta upp til mannanna. Ég ekki líta upp til mín, ég líta upp til Guðs. It's like it happened to me in my church about 30 some years ago. The pastor fall and the church split. A lot of people left the church and everything went in chaos. And if the people had stayed with God and had their eyes on God, then nobody had left the church. Nobody of the church have left. Just because then we would have our eyes on God. It doesn't matter if the man falls, because we don't look up to the man, we have to look up to God. And because God doesn't fail. God always loves us and he never fails. We fail, but not God. And that's the beautiful thing about God. God is perfect, but I'm not perfect, and so it's a warning to us. Don't look up to the man, because men are always trying to think they are some kings and they are supposed to be worshipped, but no, God, we worship God and we love Jesus, and that's how it works. And many people have been asking about the chain I have here. The chain, it has no meaning. This is just I'm
I'm born here in Iceland, and this is a Viking symbol. This is just the hammer of Thor. There's no meaning. No belief, yeah. This is just a necklace a friend of mine gave me, and I wear it. I like it, but there's no meaning. This is not a cross. This is just the Thor hammer. There's no meaning. Svo við skiljið að þetta er gjöf sem mér var gefið, þessi keðja hér, og þetta er ekki krossakólfi eða eitthvað svona, þetta er bara, þetta er hamar Thors, og ekki vænt þessa keðju, líka við þessa keðju, falleg keðja, hún hefur enga táknmynd eða eitt né neitt. Þetta er bara dauður hlutur. It's just a dead thing. It's just Svona skraut. Yeah. And we love you here from Iceland. Og við elskum ykkur hérna á Íslandi. And now now we are gonna take the salvation prayer, og núna ætlum við að taka frelsisbænina, og þú sem ert að hlusta og þú er ekki tekið við Guði inn í líf þitt, og þá ætla ég að gefa þér möguleika á því að hafa þessu orð eftir mér, og ef þú trúir þeim að þá mun Guð koma inn í líf þitt og frelsa þig, og þá getur Guð blessa þig. And now I'm going to take the salvation prayer, and if you believe these words that I'm going to read now, then God is going to come into your heart, and then He is able to bless you, because then you're the child of God. Þá ertu orðinn barn Guðs, alveg like me, and like my wife, my beautiful wife, and my beautiful daughter. She's a strong believer. Our 7-year-old daughter Olivia, she is a strong believer. She loves God. She's always talking about God. Og yndislega Olivia okkar, hún elskar Guð, og tala mikið Guð og mikið Jesú, og elskar hann mikið. Og einnig barnabörnin mín, þau eru mjög trúuð, og mér þykir þetta virkilega fallegt, hversu trúuð barnabörnin mín eru, og börnin mín. I love that my grandkids are strong believers, and my kids are strong believers, and I love that, and it's beautiful, and I try to be an example for them, for spreading the word of God to them, and that's my mission, to spread the good news to you. And if you have some questions, something you want, you can send us private messages, and we can answer them and for you, and let God bless you. And in Jesus' name, amen. Og við getum senda okkur inn spurningar og annað, og við munum ansa þeim, og einnig að við hafa bænarefni að biðja fyrir fólki, og þá munum við biðja fyrir þeim. If you have some prayer requests, and we will answer them. In Jesus' name, amen, here on Daily Prayer in Iceland. Our internet, like we call internet church. And
it's our church. And like you here, you are our church. We are the church who are believers. And that's how it works. We are the church, not the house. The house has nothing to do with anything. Everybody can get a house and stay there. But when we gather together, the church gathers together. Þegar húsið hefur ekkert með neitt að gera, það er bara við, kirkjan sem erum fólkið, þegar við komum saman, að þá er það kirkjan. That's church. The other is just a rock and it is a house. It's different things. Like they were always going through the desert and going on hills, and like Jesus spreading the word and telling stories up on the hills, and people coming to listen to Jesus. Not in a house, just in the field, and that's how the apostles did it. They didn't always go into houses, they just spread the word on the street, everywhere. And that's our mission, to get the good news out there. And may that be a blessing to you, and do the same thing. Be a team here and spread the good news and tell somebody about Jesus every day. And that's very good. Farið og segið frá Jesú og við hvert einasta tækifæri sem þið hafið, og blessið þann sem ég geti blessað. Það er alltaf gaman að tala Drottinn. Í Jesú nafni, in Jesus' name, amen on this wonderful Thursday. And we love you. And now I'm going to take the salvation prayer. Og núna ætla ég að fara með frelsisbænina, og þú trúir þessum hlutum að þá ertu frelsaður. If you believe in these things, then you are saved. But og ég ætla að fara með þetta á íslensku fyrst. I'm gonna read this in Icelandic first. So, hafið þessu orð eftir mér. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú sért sonur Guðs. ég trúi að sért sonur Guðs. Ég trúi að þú hafið dáið á krossinu fyrir syndir mínar, Ég trúi að þú dóst á krossinu fyrir syndir mínar, og að dýrmætt blóð þitt og dýrmætt blóð þitt hreinsað mig af allri synd. hreinsa mig allri synd. Ég trúi að það hafi risið upp frá dauðum Ég trúi að hafa risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. til að gefa mér líf. Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar og þvo mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýjaði anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mig að nýrri sköpun í þér. og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt nú Ég opna hjarta mitt nú og bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. og lifa samkvæmt orði þínu. Þakka þér Jesús, Þakka þér Jesús, að fyrir blóð þitt er ég nýsköpun, að fyrir blóð þitt er nýsköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður af þér. og elskaður af þér. Í Jesú nafni, amen. Og þú sem fórst með þessa bæn, Já. vertu velkomin í Guðs ríkið. Amen. Amen, halleluja, amen. Yes. And now I'm gonna take the salvation prayer in English. So if you believe these words and have them after me, then you're saved. And you belong to Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all my sin.
and that your precious blood cleanse me from all my sins. I believe that you rose from the dead to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I am cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. And be welcome to the kingdom of God. Amen. And be welcome to the team. Yes. And we all here, you are on the screen, you are the team. Yes. And go out to spread the good news, and that's our mission, and be good to each other. And like always, tell your loved ones, tell your family, be good to your wives, and be good to your kids, and tell them you love them, and pray for them. Yes. And always when you're having dinner, then always break the bread and drink the blood of Christ, and always do this in the memory of Christ, like Christ told us to do. Og munið að hver skipti sem þið að setjast við borð, að brjóta brauðið sem líkami Krist og drekka blóðið sem blóð Krist, og fara með bænina sem brauðsbrotningin, og gera þetta eins og oft og þið getið í minningu hann, því hann sagði okkur að gera það eins og oft og þið getið, because he told us do it as many times that you can. Yeah. The breaking of the bread. So in Jesus' name, amen. Amen. And love your neighbor and pray for your neighbor and pray for your enemy, and God is going to bless you, because we are all children of God. Yes. Every person here on earth is the children of God, so we are supposed to pray for them. Og munið að biðja fyrir náunganum og elska náungan, og einnig að biðja fyrir óvinni ykkar, og þá mun svo sannlega Guð blessa þig, því við erum öll börn Guðs, því hann okkar skapari. He is our creator. And now we are going to, you want to say something? Nei, bara fáið. Yeah. Okay. So we are going to take the prayer of what Jesus taught us, the wonderful prayer that Jesus taught us. Yes. And my beautiful wife is going to lead us in the prayer. Já. Faðir vor, Lord, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort dagleg brauð, og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldir hlutum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen. Everybody say amen on this wonderful Thursday. Hope everybody have a wonderful day.
And here in Iceland, I have a wonderful night, and we are gonna see you tomorrow, Yes. and we are gonna give you the time. We had a little short time to give you, to tell you when we are gonna go on. We are gonna try to have it a little bit earlier tomorrow, tell you when we are gonna go on. And yeah, and Yeah. that's it. Yeah, that Speak about the maybe chapter acts, or what were we thinking about? I'm gonna yeah I'm gonna Think about it. I'm gonna see what I'm gonna go through tomorrow, because now we are finished with the act, og núna erum við búin með postulasöguna og búin að renna í gegnum hana, og við ætlum að taka þá ákvörðun hvað ég gera á morgun. Já. Og hvort ég fari í fróðleikann eða hvort ég haldi áfram og taki næsta kafla og lesi. Mér finnst eins og munið að lesa Biblíuna. Amen, já. Remember, read the Bible. That's gives your spirit, it builds up your spirit to read the Bible. Yeah. Because then you're reading the truth, and the Spirit always gives you the right in your heart what is right and what is wrong. Yeah. And that's how it works. Yeah. Not what man is telling you, but what the Spirit is telling you. Yes. And in Jesus' name, amen. We love you here from Iceland. Við elskum ykkur hérna á Íslandi. Já. Og yndislegt að hafa haft ykkur á skjánum, og Já. við biðjum að heilsa ykkur öllum. Yes. Og megi Guð blessa ykkur og verndi ykkur, og may God bless you and protect you in Jesus' name. Amen. 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 On this beautiful Thursday. And we are going to see you tomorrow on Friday, and we are going to give you the time, and we are going to see you, and we love you. Yes. We love you here in Iceland, and we love you in all the other countries. We Yes. love you. Bye bye. Bye. Svo. Þetta byrjum hérna bara svona. Svona.